Guðmundur Ármann Sigurjónsson, myndlistarmaður á Akureyri, opnar sýningu í menningarhúsinu Bergi á Dalvík helgina og sýningin hans sem að heitir Skuggabirta, hún stendur til 1. maí. Guðmundur, velkomin. Takk fyrir. Hvað ertu að sýna í Bergi? Já, ég nú að sýna vatnslitamyndir og olíumálverk og vatnslitamyndirnar hef ég málað úti af umhverfinu hér við Eyjafjörð. Olíumálverkin eru svo aftur málverk sem ég hef verið að vinna svolítið út frá þessum vatnslitamyndum því að maður verður stundum svolítið hugmyndasnauður þó maður haldi að maður sé rosalega skapandi alltaf. Þegar maður situr á vinnustofunni verður að reyna að upphugsa einhverja litarsamsetningar og einhver form að vinna með því ég er svona stundum á mörkum þess að vera að mála fíguratíft og abstrakt. Og svo þegar ég fór að fara út þá bara allt í einu birtust bara litaskali sem að manni dettur bara ekkert í hug Þá fattar maður bara hvað hugurinn nú óbúslega takmarkaður En þegar þú ert að fara út í náttúruna til þess að mála með vatnslitina þína, náttúruna hún breytist alltaf alveg dag frá degi þótt þú sést á sama stað. Já. Nei. Þess vegna læt ég sýningunni heita Skuggabirta sem er ákveðin svona mótsagnakennd skuggi og birta. Nei, það er náttúrulega það sem að er svo magnað að þú getur verið að mála sama fjallið eins og ýmsir listarmenn hafa gert. Jú. Og það er að morgni, miðjan dag, vori, sumri, vetri. Þetta er bara allt annur myndbygging og meiri segja form allt eftir hvar sólin fellur á fjallið og hversu hátt eða lágt hún er á lofti. Og það er náttúrulega þetta sem að gefur manni líka ákveðið frelsi þannig að þegar maður er að mála kannski eina vetramynd og svo man maður eftir ljósum og skuggum frá því vorið og þó að það verði einhvern veginn aðeins öðruvísi og segja þetta geti alveg verið þá bara svona vormynd. En þegar þú ferð svona af stað og út í náttúruna, fara þá öll skilningabitt bara á fullt hjá þér? Já, það er eiginlega töfrum líkast, ég vil meina það. Og þetta var náttúrulega búið að segja manni En að upplifa þetta er eiginlega alveg magnað. Maður verður alveg hreint einhvern veginn fókuseraður, maður er svo fókuseraður á mótífið, myndefni sem maður er að horfa á og svo að reyna að koma þessu á pappírsörkina. Þetta er, þú veist tíminn hann bara flýgur, maður lítur upp og byrju klukkan 12, maður byrjaði klukkan 9. En að gera vatnslitamyndi snýst það að fanga augnablikið? Já, mjög mikið Maður er rosalega mikið það er sérstök aðferð sem að ég hef lært og tileinkað mér sem við köllum að mála vott í vott. Það er mjög mikið vatn og mikið flæði. Maður reynir að láta myndina meir og minna mála sig sjálfa. Með því að hafa pappirinn rennandi blautan og setja svo lítinn og láta hann fljóta og til dæmis að fá himinn birtuna þá setur maður kannski svolítið Payne's Grey og svolítið ultramarín og svo aftur síenu og lætur þetta svona fljóta saman og sér engin skil Og þetta er eiginlega, þú veist þessi birta, þú nærð henni ekki með því að láta pensilförin sjást En svona að bera saman vatnslitamyndina og svo olíuverkin að með því að vera að vinna með olíu þá er maður kannski svona meira komin út í form og annað. Já. Það er alveg rétt. Á tímabili var ég mjög fastur í að mála bara rendur. Málverki mín voru á tímabili bara svona sem við köllum þetta bara randalínur og ég var alltaf hreint að velta fyrir mér einhverjum svona litasamsetningum og hversu margir litaborðar og þetta. Ég var fastur í þessu í einhver 5 ár En svo fór ég að taka eftir því að maður var bara að endurtaka sig. Og hvernig átti maður að leita að nýjum litasamsetningum og svona. Þá fór ég aðeins að hugsa þetta og hafi munið eftir því sem að
kennarar höfðu sagt mér sko, væri mikilvægt að skoða umhverfi sitt og láta það hafa áhrif á sig. Og þannig ég fór að fara út og fyrst svona bara, hvað ég segja, bara svona einstaka sinnum. En nú þetta algjör árátta. Ég sko bara þegar það veður, þá halda mér alla nokkur bönd að fara út. En aðeins í sambandi við olíumálverkin sem að svona geta tekið nokkur langan tíma að mála, ég svona velti því stundum fyrir mér með listmálara eins og þig, að þegar þú segir við sjálfa þig, þessu verki lokið, ég orðinn ánægður. Er það ekki svolítið svona barátta við sjálfa sig stundum? Jú. Það þetta náttúrulega alveg bara alveg sko grundvallar punktur. Hvenær á maður að hætta og hvenær myndin búin? Í raun og veru ýmsar kenningar sko. Sumir segja bara, já ég bara hætti núna. Nú finnst mér bara myndin búin og svo skýra. En af hverju sko? Í mínu tilfelli held ég að ég get ekki sagt eins og Svavar Gunnarsson sem sagði að hann vissi að myndin væri búin þegar hann fyndi höggið sko, hann snýri baki myndin og fyndi höggið. Nei, fyrir mér þetta held ég sko, þegar mér finnst ég hafi náð einhverju stemmingu sem ég hef upplifað út í náttúrunni við að mála. Þó að myndin sé svona hálf abstrakt skilur. Það einhver litasamsetning, einhver svona birta í myndinni sem ég finnst ég hafi þá náð eða samspili forma, þú veist, og birtu. Það náttúrulega liturinn og ég hef náttúrulega núna svona, og það kemur, það myndirna mína núna á sýningunni, olíumálverkin kalla ég annars vegar Þorpið og svo hins vegar Landslagi Grætur. Því að ég að reyna að láta sko olíulitina flæða svolítið svona eins og í vatnslitum. Þannig að það líka svona að koma meira, því að olían mjög svona massíft efni og seigfljótandi og svolítið öðru heldur en sko þunnur vatnslitur sko. En það ýmsar leiðir. En að opna eina svona sýningu eins og í Bergi á Dalvík, þetta nú fallegt hús og alveg örugglega svo góður sýningastaður. Sýningin satt opin til hún stendur til 1. maí. Já. Þetta mjög fínn salur og hann náttúrulega bara svona eins og hann og stór og mikill gluggi sem að svolítið vitt að hengja glerverk á móti. En hann svona einhvern veginn svona, þú kemur inn í stóran sal og þú hefur fjarlægð á myndirnar sem ég finnst vera dálítið mikið atriði. Svo náttúrulega vil ég bara segja það að sko þeir sem standa að þessu, nefndin sem það var sett í að setja upp sýningar, að velja sýningar, hefur staðið svo ágætu með að halda úti metnaðarfullum sýningum. Ég ekki að tala um mína sýningu, sko. Ég að tala um grafíkverk eftir Jón Engilberts og ég að tala um Þorra Hrings og ég að tala um náttúrulega, og þau bara staðið sér mjög vel, þetta metnaðarfulla unga fólk sem að stendur í þessu og ég fullur aðdáunar á þeirra framtaki. Bara ber allt og lítið á þessu. Guðmundur Ármann, þakka þér fyrir komuna hingað í föstudagsþáttinn og það verður gaman að renna út á Dalvík og sjá sýningunni þína Skugga Birtu. Til hamingju með sýninguna. Takk fyrir kærlega og verið velkomin.